Komið sæl. Þetta myndband hugsað til þess að reyna að útskýra aðeins betur fyrir ykkur hvernig ég hugsa verkefni 1, hvernig það sé unnið og hvernig á að skila því. Til að byrja með að áfanginn hugsaði þannig að allt efnið sem að þið gefið mér, að þið setjið það inn á vefsíðu sem þið deilið bara á netinu. Eins og hefur örugglega komið fram áður í öðrum myndböndum eða efni frá mér að það er ekkert námsefni sem slíkt. Það er engin bók, það er engin sérstök vefsíða, það er bara allt efni sem er til á netinu er í rauninni námsefni fyrir þennan kúrs. Þannig að hluti af vinnuframlaginu ykkar er einfaldlega að leita og finna eitthvað sem að ykkur finnst áhugavert. Af hverju er það? Það er í rauninni bara vegna þess að þessi fæðgrein, hún tekur svo miklum breytingum á milli ára að ef ég myndi búa til eða finna fyrir ykkur eitthvað 1x námsefni, þá er það líklega orðið úrelt bara eftir ár eða 2. Þannig að við erum frekar að reyna að finna bara það sem er nýjast í dag eða það sem er mest viðeigandi fyrir þau verkefni sem að þið viljið vinna. Og þá notum við í rauninni bara tæknina. Við notum bara leitarvélar eins og Google eða hvað þið nú viljið nota eða gervigreind. Og gervigreindin er svona tiltölulega nýtilkomin, þannig að við ætlum að reyna að vinna aðeins betur með hana. Og ég hvet ykkur klárlega til þess að bæði nota hana og segja mér frá því hvernig þið notið hana. Nú, þetta er fyrsta verkefnið sem við skilum í þessum áfanga og hugmyndin er, eins og ég segi, að þið búið til vefsíðu. Þetta er í rauninni tvíþætt ástæða, kannski í fyrsta lagi og það sem er virðis tilboðið til ykkar er að vefsíðan er dálítið þannig að þið getið notað hana úr námi. Ef þið gerið rosalega flott content vefsíðu, að þá er í rauninni bara komið meira fótspor frá ykkur á netið í staðinn fyrir að búa til ritgerð eða eitthvað PDF-skjal sem þið skiljið til mín og fer svo bara, ofan í skúffu og enginn fara að sjá aftur. Þannig að ég vil frekar þið setjið meiri metnað, meiri tíma í að gera detailin góð á vefsíðun ykkar sem er þá í rauninni bara portfóljó og einhver svo velkomið að breytinni eða nota hana eins og ég segi, ef þið ætla að sækja vinnu eða ef þið ætla að sækja nám einhvers staðar annars staðar þá er þetta kannski aðeins meiri kynning á ykkur og ykkar getu til þess að presentera efni, ef svo má segja. Til þess að samt gera þetta svona ekki of einfalt að þá vil ég að þið notið HTML að þið viljum að smíða þetta bara frá alveg frá grunni. Þið notið HTML, CSS og JavaScript. Við erum ekki fara að nota Wix eða WordPress, við ætlum að nota HTML og við ætlum að nota svo Git til þess að sjá útgáfustýringu fyrir okkur. Þannig að það sem þið gerir þá í rauninni er að þið annarkvort búið til eða finnið einhvers staðar sniðmátt sem þið modifæið fyrir ykkur sjálf og þið uploadið því svo inn á GitHub eftir ákveðnum reglum. Þannig að það sem ég vil fá frá ykkur í fyrsta verkefni er í rauninni bara fyrstu útgáfu af síðunni og það er þá verkefni 1 fyrst og fremst sem að þið eruð að sýna mér fram á hvernig þið gerið. Þannig að ég vil að þið skrásetjið ítarlega hvernig þið framkvæmdið verkefnið í máli og myndum og þannig að eftirfærendur komið fram. Ef þið smíðuð sniðmátið alveg frá grunni sem að er flókið, það er ekki fyrir það tekur tíma, ef þið viljið prófa það þá er það alveg klárlega tekið tillit til þess við yfirferð á verkanunum að þið smíðuð sniðmátt frá grunni en ykkur er líka velkomið að sækja tilbúið sniðmátt frá einhverju síðu eins og HTML5 upp og endilega finnið eitthvað eða endilega frá einhverjum öðrum síðum og það er alveg plús ef þið segið mér frá því hvar þið funduð það, hvernig þið breyttuð því og það er í rauninni til einhverja hækkunar ef þið breytið sniðmátinu markvisst til þess að gera það að ykkar, að þetta sé, þið setjið töluverða vinnu
ekki bara í að setja inn einhverja taka út texta og setja inn texta, taka út myndir og setja inn myndir, heldur líka breytið einhverju við kóðan, þannig að hann gerir eitthvað fyrir ykkur sem að gerir síðan aðeins persónulegri. Ég færi aðeins betur yfir það eftir. Það er mjög mikilvægt að þið getið í texta alla höfunda, hvað þið funduð, hver upphafs hver sníðaði sniðmátið eða hver bjóð til eitthvað ákveðið content, ekki taka hluti án þess að geta í texta hvaðan þið funduð á og í rauninni rökfærið af hverju þið ákvaðuð að taka þessa hluti. Og við skulum aðeins fara yfir vefsíður eftir, ég ætla að sýna ykkur betur hvernig aðrir nemendur gerðu þetta sem að mér fannst eftirtektarvert. Segðu mér frá því í byrjun hvernig þið undirbjugguðu ykkur. Að hverju voruð að leita? Hvað vildu þið fá út úr sniðmátinu eða hvernig vildu þið að vefsíðan væri uppsett? Ég vil að hver síða, ég vil ekki að þetta sé bara ein static síða með öllu efni áfangans í einhverju svona eins og skýrsla. Ég vil að það á að vera forsíða og það eiga að vera undirsíður sem þá verkefni 1, 2, 3 og lokaverkefnið. Ásamt ferilskrá með kynningu á ykkur og útskýringu á því hvað þið viljið fá út úr áfangunum. Hvað skiptir ykkur máli, hvað finnst ykkur áhugavert, ef eitthvað, og hvað er eitthvað sem þið myndu vilja setja sérstaka áherslu á. Hafið þið meiri áhuga á fræsingu eða 3D-prentun eða skönnun eða einhverju öðru sem að svona, ef þið hafið eitthvað myndað ykkur skoðun af því. Ég vil að segja mér hvernig þið stóðuð að myndvinnslu. Það er sem sagt þannig að ef þið tækið ljósmynd eða bara einfalt screenshot, að stærðin á myndinni getur verið þannig að GitHub neitar að taka við henni. Þannig að þið þurfið aðeins að vera útsjónarsöm með hversu stórar myndirnar eru, bæði í upplausn en eins í skráarstærð. Og það eru myndvinnsluforrit bæði til á netinu og alls konar sem þið getur notað til þess að myndirnar séu réttar. Og ég vil að þið segja mér frá því hvernig þið stóðuð að því. Og hvaða forriti notuðu til þess að vinna verkefnið. Eins og ég segi, hérna er sniðmát sem þið getið fundið og notað og endilega finnið eitthvað, ekkert vera feimin við að svona máta ykkur við mismunandi sniðmát. Hérna er síða þar sem þið getið lært meira HTML og alls konar í þeim dúr og getur fundið alls konar upplýsingar en ég held raunar að þið séu örugglega fljótari bara einfaldlega að spyrja eins og ChatGPT eða Copilot ákveðna mismunandi þætti. Þið megi, ef að ég hvet ykkur til þess að máta ykkur líka við mismunandi ritla, það er að segja forritunar umhverfi, eins og hérna er forrit sem heitir Brackets, sem að mér finnst mjög þægilegt. Það býður upp á live view af hvernig vefsíðan lítur út og alls konar þægilegheit, mjög einfalt í notkun og svo framvegis. Það er engin skylda að nota þetta forrit. Þið megi líka nota Microsoft Visual Studios, MS Visual Studios og þið megi nota bara hvað sem þið viljið nota. Þetta er ekki heilagt, en ef þið eru týnd með hvað þið eigið að nota þá mæli ég alveg með þessu. Hérna er svo sem sagt myndband sem ég gerði fyrir nokkrum árum síðan. Gæðin eru ekki eitthvað sem ég er sérstaklega ánægður með, en jæja, þetta kannski, það er alveg hægt að fá út úr þessu upplýsingar hvað maður getur gert. Og þetta er rauninni bara útskýring á því og í bara mjög einföldu stuttu máli hvernig maður á að sækja eitthvað sniðmát, hvernig maður á að breyta því, hvernig maður á að uploada því inn á GitHub og svo framvegis. Þetta var ekki að vera hérna.
hérna eru heimasíðulistar og hérna getið þið fundið sem sagt heimasíður frá nemendum mismunandi ára. Það eru sumir sem hafa ákveðið að slökkva á heimasíðunni sinni og það er bara þannig. Ég get ekki skuldbundið ykkur til þess að hafa heimasíðunar uppi, en það væri mjög gaman ef þið mynduð halda heimasíðunum virkum í sem sagt út úr áfanganum, og ég vitna oft í góðar heimasíður. Svo við kannski byrjum hérna bara á fyrsta. Björg Eva, hún var í áfangunum hérna 2021 eða 21, og hún hérna sem sagt þið sjáið að vefsíðan er bara frekar stílhrein, einföld. Verkefnin hérna eru sem sagt verkefni 1, 2 og 3, og hún útskýrir áfangan, hún útskýrir hvernig hún fór að því að gera sem sagt hún var með Makka, þannig að hún þurfti að fara í gegnum ákveðna hluti til þess að geta sett upp Git á sinni tölvu. Hún útskýrir það bara í mjög góðu máli. Síðan útskýrir hún hérna með myndum, hvernig hún fór að því að uploada öllu, hvernig þetta virkaði allt saman, og hvernig hún skipulaði svo vefsíðuna sína með þeim hlutum sem skiptu hana máli. Til dæmis setti hérna upp íkonið fyrir sína síðu sem henni fannst mikilvægt fyrir sig. Sæmundur var hérna í áfangunum 2022 og hann var þið sjáum að það er aðeins öðruvísi hvernig vefsíðan hans virkar, að forsíðan hans er hérna tók annað sniðmát og útskýrði þetta allt með máli og myndum, hvernig hann hugsaði síðuna. Feilskráin er hérna á mjög aðgengilegum stað og það er allt auðvelt að finna. Hérna er vefsíðan og hann útskýrir hvernig hann undirbjó sig og hvernig hann hugsaði verkefnið. Það er að segja hönnunarforsendur eru nokkuð skýrar. Hann útskýrir hvernig hann aðlagaði vefsíðuna sína, hvað hann gerði, hvernig hann gerði það, hverju hann breytti, endurskrifaði texta og sýndi fram á að hann breytti hinn og þessu, og vildi bæta inn hérna þú veist, fúterum og þið sjáu hérna. Þannig að þetta er svona frekar ítarlegt hvernig hann vann síðuna sína, í rauninni bara eins og dagbók. Og ég hugsaði þetta í rauninni þannig að sko, hugsið ykkur að þið að byrja núna verkefnið. Hvað þyrftu þið að hafa í höndunum? Það er að segja, ef að framtíðar þið myndu senda ykkur útskýringu, bara litla skýrslu, svona gerði ég verkefnið, núna þarftu ekki að leita, núna er allt hérna tilbúið og auðvelt í framkvæmd. Þetta er í rauninni dagbók. Þið þurfið að útskýra fyrir mér, fyrir ykkur sjálfum, fyrir öðrum nemendum, hvernig þið gerðuð það sem þið gerðuð, og þannig að allt sé nokkuð veginn. Það sé ekkert falið hérna, þú veist, hvernig hlóðuð þið öllu saman upp á GitHub. Er þetta auðvelt fyrir ykkur? Hey, það er bara flott. Þá er kannski minna content. Var eitthvað sem var erfitt, einhver áskorun sem þið lentuð í, einhverjar villumeldingar, eitthvað sem þið ströggluðu við. Ég vil fá að vita það. Ég vil að þið segja mig frá því. Egill Smári, hann var í fyrra, já, hann var í fyrra vor, og þið sjáu að hérna er aðeins öðruvísi hérna hvernig hann setur upp verkefni 1, og hann hannar vefsíðuna svona nokkurn veginn bara á blaði, hvernig hann vildi skila, hver er hans úrlausn, hvaða sniðmátt hann notaði, hver hann breytti. Það er bara content. Hann segir mér frá öllu. Þau vandamál sem hann lendi í, markmiðin fyrir áfangan, hugmyndalokaverkefni, sem er líka eitthvað sem ég vil frá ykkur. Það er að segja, ég vil að þið byrjaði að hugsa
hvað myndi ég vilja gera í lokaverkefni. Við vissulega komum að því í seinna vídeói hvers konar lokaverkefni eru raunhæf, en þið megið alveg byrja að hugsa það strax. Margrét Maren segi ég, að mjög skipulag síða með góðum myndum og texta, allt mjög skipulagt og sett saman hvernig hún framkvæmdi verkefnin út frá þeim forsendum sem hún hafði í byrjun og hvað hún skráði niður, hvernig hún skráði það, í rauninni bara frá A til Ö, allt saman sem að hvernig hún framkvæmdi það sem hún framkvæmdi á þeim forsendum sem að hún vildi útskýra þær. Allt bara mjög flott hérna og á lokum það hann Aron Dagur Beck sem að gerði þessa vefsíðu hérna. Og eins og ég segi, bara allt mjög flott. Hann sýnir mér hérna frá því hvernig hann setti upp PDF inn á síðuna sína sem aðeins öðruvísi heldur en aðrir. Hvernig hann breytti við CSS-ið á síðunni og bara frá A til Ö. Það eitt sem ég myndi þó vilja að þið gerðuð alveg sérstaklega og settu metnað í að passa að textin ykkar sé svona málfræðilega réttur. Þessir ritlar eins og brackets, þeir bjóða ekki upp á stafsetninga, leiðréttingar og stafsetningu og svo framvegis. Þannig að keyrið þetta endilega í gegnum Microsoft Word eða annan text svona editor til þess að finna út hvort að textin eitthvað sé ekki alveg örugglega réttur og svona málfræðilega réttur. Já, og að lokum hérna Sigurbjörg Lovísa og eins og ég segi bara mjög flott síða þar sem að allt kemur fram, útskýrir bara ferilskrá, hver hún býður upp á sem sagt upplýsingar sig, lýsing á verkefni, hvernig hún gerði verkefnið, mál, bara allt það sem hún lenti í vesinni með, hvernig hún breytti bannernum sínum og bara allt layoutið á síðunni repositorið, það auðvelt að finna allt saman. Hvernig var búið til undirsíðu, hlekkir inn á efni sem hún notaði. Þannig að þetta eru svona eftirminnilegir nemendur frá fyrri árum sem að ég klárlega hvet ykkur til þess að skoða og sækja innblástur frá. Hvernig ég met verkefnin ykkar, ég hef aðeins ákveðið að breyta frá því sem að hefur verið áður ef að þið hafið einhverstað séð það, en núna ætlum við að nota matskvarða. Matskvarðin skipulaður þannig að ég skoða þessa þætti, sem sagt hvernig skipulag og aðgengi að efni og ég gef ykkur frá bilinu 0, 1 til 2. Þannig að það fá 2 heila fyrir þessa þætti og það verður í jafningjamat notað við hliðsjón. Þannig að við gerum þetta þannig að þið skilið mér vefsíðunni 27. janúar og ef þið skilið of seint þá dregst það til lækkunar. Já, það fer eftir hversu seint. Þið megið setja inn og ég hvet ykkur í rauninni til að gera það. Farið snemma af stað, gerið vefsíðuna og skilið henni inn af því að þið skilið mér í rauninni bara hlekk. Þið skilið mér hlekkin á síðuna, þannig að eitt af því fyrsta sem þið ættuð að gera að sækja ykkur eitthvað, setja eitthvað inn á GitHub og senda hlekkin og skila.
Þið getur svo alltaf breytt hvernig GitHub í rauninni displayar svo því sem hvað er inn á síðunni, þannig að þú veist, þið getið breytt síðunni alveg lengi vel eftir að þið eru búin að breyta, eftir að þið eru búin að senda í rauninni inn verkefnið. Ég fer svo ekki yfir síðuna fyrr en einhvern tímann í febrúar. Það er að segja, þið skilið einhvern tímann í janúar, við gefum okkur viku til þess að fara yfir jafningjamat, viku til 2, og í kjölfara af því þá byrja ég að fara yfir síðurnar og gefa ykkur einhvern. Og þannig að í rauninni þegar að þið farið yfir síðurnar hjá öðrum samnemanda, þá notið þið líka þessa matskvarða hérna. Þið getið einnig nota þessa matskvarða og þið getið fengið gervigreindina til þess að hjálpa ykkur við að meta síðun ykkar. Ég mun alveg klárlega gera það. Ég mun alveg styðjast við það. Þannig að já, ég held að við séum bara nokkuð góð með útskýringu á fyrsta verkefninu. Endilega ykkur er velkomin að setja inn spurningar í komment fyrir neðan síðuna. Ef þið hafið einhver eða spurning persónu, það er líka í lagi. Þannig að já, gangi ykkur bara vel með þetta og sjáum síðar.